Já, þetta voru frekar svona klikkaður leikur á Kópavogsvelli. Hvað tekur út úr þessu? Bara, frábær skemmtun fyrir áhorfendur. Þreytt úrslit fyrir þjálfarana sennilega báða. Og bara svona, kannski bara, svekkja sig að kasta þessu frá okkur af því að við spilum leik vel, heilt yfir. Með svona fín tök og svona þroskaðir í ævintýramennskunni kannski. Við pressuðum á maður og stýrðum vel. Spilum ágætlega út úr pressunni og fengum góða stöður og gerum 2 góð mörk síðan og svona, eftir það eðlilega að leysa þeir leikinn upp og þá fannst mér geta gert betur. Þá erum við sloppi að blokka krossa og sloppi í sekundboltu sem ég held að markina bæði séu upp úr eftir fyrstu leikadri, en það óþolandi að fá sér þennan mörk. Svona í stuðni 2-0, minnka muninn í 2-1, fannst þér þínir menn verða eitthvað stressaður eða hræddir inn á vellinu? Mér finnst ekki bregðast nógu vel við því að leikurinn bara gjörbreytist. Þeir auðvitað gera skiptingar og breyta aðeins svona shape-un á sér og verða bara fara að nota meira Eiðgutta sem uppspilspunkt bara beint frá Halldóri. Við hleypum Halldóri mjög neðarlega allan leikinn, við hleypum bara ofarlega, þannig að þegar hann setur langa boltan upp á Eið og þá er það bara nær markinu okkar sem er algjör óþarfi og kannski geta lesið það betur og betra í droppboltanum þar og svo bara mikla rólir á boltan. Við einhvern veginn æstir og ætlum að einhvern veginn, þeir náttúrulega voru ennþá kannski djarfari í pressu, þá ætlum alltaf að menna beint í gegn, sem verður bara aðeins haldi boltan og hreyfa þá og særa á réttu stundum. Ég þarf bara að skoða þetta aftur auðvitað og fara yfir þetta, en mér spyrir að við beðast illa við breytingunum þeirra kannski fyrst og fremst. Áhyggjuefni að liða sig aftur að kasta frá þessu 2-0 fórustu? Já, ég ætla bara að svipa að spýra alls, leikur sem 2-0 yfir og með góð töka og svo bara, ég veit eitthvað hvort við verðum undir í baráttunni, en þeir náttúrulega bara fara auðvitað eðlilega að koma sér hátt á völlinn með færi sendingum og ég skoða þetta aftur, en þetta eru rebound og secondboltar eftir hotn, þetta algjört flúk, skallaboltan, hvað hann lendir, káringu sem lendir á næsta bolta eða bliki og hvað getum við gert betur, en þannig að það þarf svona bara að taka hvert leik fyrir sig og ef það er eitthvað líkindi með þessu og framleiknum, þá þurfum við að skoða það, en við erum ekki að mála einhvern skratt á vegg og bara það var frábær leikur, alveg orki í þessu og mikil gæði á köflum og bara 2 frábær sóknarlið að berast. Vildur að, kannski ekki skrítið spurning, vildur að leikurinn myndi fara svona, hann færi í svona smá chaos sem þetta fór út í? Mér finnst við hafa góð tök á chaosinu í byrjun, mér finnst við einhvern veginn þeir voru mjög hugrakir og trúi sínu og ennþá djarfari en þeir hafa verið einhvern veginn með Halldór Markmann sem vinstri hafsend og Finn Tómasson úti, mér finnst þeir telja það vel, mér finnst þeir stundum fara í gegnum okkur og gera það vel, mér finnst þeir heilt yfir halda þeim ágætlega og neðarlega og svona spila bara vel í gegnum á köflum, þannig ég bara já, ef það var kaosið þá var ég mjög ánægður með það, en kaosið undir lokin er alltaf öðruvísi kaos, það er bara bæðilega að spila langa bolta og svo koma droppboltar og transition og þannig að hætti einhvern veginn að vera taktískur og bara úrsáttu við það, en ég verð að sjá þetta aftur einhvern veginn á þess að geta farið og djúpt í það, en bara geggjur lið og Káringun bara búin að spila vel í sínum leikjum og gera vel og bara frábært lið og bara skeggja á svona liði deildinni, þetta er bara trikkileiki fyrir okkur að spila, þetta er bara virðingu fyrir liðum sem hafa sinn leikstíl, erum við illt að brjóta bæk eftir mjög lágar blokkir, þannig að þetta var bara mjög svona ferskur andvari inn í leikjaplanu okkar og bara margt sem getur lært af þessu og öðrum leikjum. Gaman að mæta þínum gamla félaga Óskari og hinum meginn í báðunum. Já, við auðvitað bara, spjöllum þetta fyrir leik og svo það bara búið, voru bara 2-11 mann lið að spila og fókusum var auðvitað bara þar, en svo sannarlega er hans handbragð á liðinu og virkilega gaman að sjá bara og já, ég er eftir að horfa að leika hundur setna og finnst það skemmtilegur, en núna er ég pirraður. Takk fyrir þetta, Dóra, gangi vel. Takk.